Góðan daginn. Nú fer bara á kaffi að tilbúið. Við erum komin aftur á Siljuteig, nú út í garð. Og mér langar aðeins að segja ykkur frá því hvað þessi mynd fjallar. Hvað ég að pæla. Fáum okkur einn espresso. Og kannski eina keksköku. Myndir fjallar svona gild þess að vera úti. Og ég er svona að taka fyrir nokkur atriði sem ég skipta máli. Þegar ég var lítill og heimsótti vini minna í Dalalandi, það var pabbins vina minn, hann Kristján. Hann sagði að ég myndi vera prestur og ég hef ekkert fengist við það. Stundum ég að predika og ég veit ég er kannski aðeins að predika núna. Ég held í lífinu sé gott að velja sér ferðafélaga sem eru klárar en maður sjálfur og fjölbreyttur hópur. Ég held að við séum líka öll náttúrufræðingar og við þurfum að rækta náttúrufræðingin í okkur. Ég er líka að leggja áherslu á það með að spjalla hér á undan að það að fara út í náttúruna þarf ekki að vera flókið. Stundum er eins og maður bara gera eitthvað sem er eins og einn espressobolli. Gera eitthvað pínlítið öðruvísi með sitt líf. Það getur verið áður en maður mætir inn að labba einn hring í öskjuhlíðinni eða að fara niður í fjöru, leika sér að byggja sandkastala eða láta sér fljóta niður smá ársprænu á gúmmíslöngu. Einhver svona upplifanir sem að maður gleðst yfir og gefa í lífinu gildi. Eins og að fá sér góðan espressobolla. Það þarf ekki að taka langa tíma, en það er rosa gott. Bara hérna út í garði. Það er rektarskött á hérna myndin er komið og þú hefur verið svona þess að kynna þessi mál, ég hefur að ræða við þig. Hvað er svona lengd? Hvað hefur maður í huga varðandi svona athygli og lengd og uppbyggingu? Sko venjulega myndi ég miða við svona 60 sekúndur og trailerinn var fulllangur. En eftir að hafa hort á þetta meistarverk sem það að gera, þá svona kom í hugan á mér, þetta er svona stumar Óskarsverðlaunamyndir. Þær eru bara 3,5 tími og það má ekki missa broti úr þeim, af því þá missir allt samhengi. Þannig að mér finnst að það með ekki minnka þetta ekki 1 sekúndu. Þannig að sama tíma ítreka til þess að hafa skilning í þetta, að sé mikilvægt að menn horfa á þetta með fókus. Sérstaklega mínúta 11, mínúta 13:30 og svo 17:22. Þessi broti, þetta er svona einhvern veginn límir þetta saman. Þetta er meistaraverk. Ægæði fyrir núna. Anna, nú erum við að fara yfir svona þegar maður er að framleiða efni til að ná athygli og kannski miðla þekkingu og lífsviðhorfum. Hvaða ráð myndirðu gefa mér sem er svona búa til svona ákveðna kvikmynd? Sko, þetta er ekkert endilega spurningum, þetta er náttúrulega alltaf spurningum lengdina, en ef þú ætlar að hafa þetta eitthvað langt, þá verður að ná athygli inn á milli, skilur. Þú getur ekki látið líða of langan tíma einhverja spekulasjónur sem taka korter. Heldur verður að halda athygli með svona dampi. Og hvað er dæmið það? Það er bara, þú veist, eins og til dæmis fyrir fyrirlesara, þú veist, eftir ákveðin fjölda mínútur þá missir áhorfandinn athygli að þú gerir ekki eitthvað nýtt og eitthvað svona sem heldur honum við efnið. Og hvað geti ég sett inn á milli, bara lag eða eitthvað? Já, bara þú veist, spreytt eitthvað upp eða, þú veist, já, sagt bara eitthvað, hei hó, er ekki að hlusta? Eitthvað svona, þú veist, farið heljarstök, skiluru, gelt. Nei, ég veit að það er nú ekki alveg málið, en þú verður að gera eitthvað, þú veit ekki að fara að gelta, en þú verður að, okkur ert þú að labba á nærbúksunum? Langaði svona rosalega í athygla meðan ég er að tala. Þú ert ekki að sprengja eitthvað upp? Já, svona. Er þetta dæmi? Já, þetta var kannski, en þetta var nonnadæmi, þú gerir ekki svona. Nei, þú veist, nonni er bara svolítið mikið á nærbúksunum og svona, finnst það æðislegt. Ef hann hefði, þú veist, hann hefði helst vilja að labba hérna á tippinu, skilur, hann finnst þetta bara svo sniðugt að svona augra og gera eitthvað nýtt, en það er spurningin, þú veist, brjóta upp.